Stattur hérna við Eyrarbakka núna. Gamla frystihúsið. Magna að hugsa til þess að Eyrarbakki og Stokkseyri sem er þarna lengra í burtu. Þetta voru stóru útgerðarstaðir. Og það voru þó nokkuð margir bátar gerðir út frá þessum tveimur stöðum. Skilyrðið hérna til þess að koma bátum inn á þessa báða staði er vægast alveg skelfileg. Virkilega erfitt á báðum stöðum á Stokkseyri og Eyrarbakka. Sjáu brimi hérna fyrir utan. Og þarna sést í leifanar á bryggjunni. Sjáu gatið þarna á milli. Það var garður þarna á milli eða svona bryggjubútur. Og þarna lönduðu bátarnir. Og mér skilst að ef að tekinni bein lína út frá fjörunni þarna hinum yfir bryggjuna, þá er næsta land sem við kemur við, það er Suðurskautslandið. Þetta liggur bara þvert hérna yfir Atlantshafið. Þetta er svakalega löng leið, þetta er 15.000 km löng leið. Hérna voru nú þó nokkuð margir bátar. Á þessum tveimur stöðum Stokkseyri og Eyrarbakka og nokkuð nöfn sem ég kannast við og veit um. Það er til dæmis Hásteinn, Hásteinn annar, Hólmsteinn annar, Jóhann Þorkelsson. Svo eitthvað dæmisöðu tekin. Það er yndislegt veður hérna núna. Það er blank á logn. En það er ekki oft sem að það er svona mikið logn hérna. Brimir stundum væðir hérna yfir klettana og þið sjáu hvernig veggirnir á frystihúsinu eru. Þeir eru allir með svona ekstra styrkingum. Hér er sjóri búinn að brjóta yfir allt saman. Þið sjáu þakblötuna hérna. Þetta er allt gólreiðgað. Þetta er magnað að sjá þetta. Einu sinni var fullt af lífi hérna í þessu húsi hérna bak við mig. Og á sínu tíma þá var togari gerður út hérna. Þetta sett ekki gerður út hérna. Hann hérna landaði í Þorlákshöfn, hann komst aldrei hingað. Bjarni Herjólfsson AR. Sá togari var pólskur og fékk seinna nafni Rimbakur. Þetta er systurskip Klakks sem er núna gerður út frá Ísafirði. Þessi togari landaði alltaf í Þorlákshöfn og aflánum var skipt niður á frystihúsi hérna á Eyrarbakka og á Stokkseyri. Þá var Óseyrarbrúin ekki komin og þá þurfti að keyra inn að Hveragerði og þá leiðina til þess að koma með fiskinn hingað. Bjarni Herjólfsson AR, hann landaði reynda svolítið mikið í Hafnarfirði. Þá var fiskinum ekki þaðan. Fyrir utan að karfin var oft unnin í Hafnarfirði. Með aflaskýrslur og tölur sem ég hef, þá var karfin oft unnin í Hafnarfirði. Allana, ég kveða sinni hérna frá Eyrarbakka og aldrei að vita nefnum komið ykkur á fleiri svona áhugaverða punkta ef að þið viljið fá svoleiðis. Sögustund með Gísla. Svo eins og alltaf þér að kveðja. Rock on frá Eyrarbakka. Bye bye.